Hingað kominn Jóhannes Björn, hann kemur nú stundum í þáttinn hingað frá New York. Vertu velkominn Jóhannes. Takk. Við ætlum að tala svolítið svona hvernig hefur gengið að svona ganga frá þessum málum eftir hrunið, varðandi stöðu heimilanna og það sem að maður kannski rekur augun í að fjármálakerfið smátt og smátt að komast á fullt í heiminum og bankarnir hafa nú verið endurreistir hér á Íslandi. En almenningur situr svolítið uppi með tjónið af þessu. Já, það náttúrulega dálítið og öfusnúið á Íslandi að eini hópurinn sem braut engin lög, fólki sem tók lán í góðri trú, að það tekur skellin. Og stjórnmálamenn þeir eru algjörlega taktlausir í þessu tilfelli. Að með að vera að bera fólk út á götu, að þá ekkert gert. Og þetta svo mikið réttlætismál og þetta svo mikið óréttlæti sem blasir við fólki að þegar 20.000 í stór vandræðum og það blasir við að tapa húsunum sínum, þá enga fórnir farðan einstæðar. Það afskrifað hjá afdönguðum pólitíkusum, hjá pólitískum blöðum. Þetta eru milljarðar og milljarðar sem hefði getað runnið þarna. Og ef það sýnir engan lit þá í vondum málum mjög bráðlega, því að hér verður gífurlegur flótti frá landinu bráðum. Og það alveg ljóst. Við vorum að tala þetta áðan að það væri svo mikið vantraust hér í gangi í samfélaginu. Já, skoðanakannanir sýna það að stofnanir þjóðfélagsins eru mjög, fólk lítur niður á þær mikið. Já. Það fer enginn yfir 50% nema lögreglan held ég. Og þegar Hæstiréttur komin niður í 44%, að þá samfélags límið að fara, þetta að gliðna í sundur. Og sambandi við heimilin náttúrulega, þá þetta hægfræðilega alveg gífurlega slæma ákvörðun að ráða svona fólk. Því að þegar bankakerfið tók við þessum skuldum 2008 eða snemma 2009, þá fenguðu mjög góðan afslátt, 40–65%. Og þá var hægt að færa niður þessar skuldir og stabilisera þennan markað. En þetta ekki gert og markaðurinn raunverulega eyðilagður. Og þetta bara heimskulegt. Og nú málið komið á það stig að það talað það verið að reikna út, hvað hægt að gera fyrir heimilin. Þetta algjörlega vitlaus aðferðafræði. Það verður að gera eitthvað strax. Það verður að hala niður þessar skuldir og búa til einhverja kaupleigur kannski, sem bankarnir ekki, heldur einhverjir almennilegir aðilar. Og annars, þá bara blasir eins og ég segi, þá blasir við landflótti, alveg gífurlega landflótti. En það náttúrulega merkilegt, ég var að lesa grein eftir Jósef Stiglitz, þar sem hann segir, og hann ekki að tala Ísland, en þetta á við að menn, það hrynur allt 2008, og menn eiga einhverja glöfu þarna svolítið eftir það að breyta kerfinu. En þeir gera það ekki, þeir missa tækifærið og við sitjum uppi með í rauninni sama system áður. Já, það ósköp einfalt hvað gerðist, að bankakerfið skapar óskaplega skuldir í kerfinu. Allt hrynur, bönkunum bjargað, elítunum bjargað, skuldirnar settar yfir á skattgreiðendur. Og eftir að því lokið, þá fara að tala að herða sultarólinu. Bara eftir að búið að bjarga þessum hópum. Og þetta hefur gerst svona meira og minna á Íslandi líka. Og þetta gengur ekki. En nú hefur verið talað hér á Íslandi að það sé ekki, það svona almennur niðurskurður skulda, niðurfærsla skulda, hún sé ekki hæg. Það ekki að tala það, það verður bara að gera það. Eftir að þú búin að gera það, þá getur þú farið að rekna, ekki fyrir. Og það náttúrulega alls konar möguleikar í stöðunni, eins og ég segi, það hægt að fella niður hluta þessu, búa til kaupleigur á almennilegum grundvelli, ekki einhverjum brasksjóðum. Og það hægt að loka hagkerfinu og festa krónuna og hafa þetta eins og var bara milli 1945 og 1980 í smá tíma. Og það alls konar hugmyndir á lofti, til dæmis það að ríkisstjórnin getur fengið vaxtalausa peninga frá lán frá Seðlabankanum, eða jafnvel eins og Hudson hefur verið að tala að ríkið sjálft getur bara gefið út peninga í neyðartilfellum. Í staðinn fyrir Seðlabankann. Já. En það náttúrulega ótrúlega tregða í kerfinu, nú til dæmis lífeyrissjóðirnir og verkalýðshreyfingin,
maður svona áttar sig ekki alveg á því hvar þessir aðilar standa. Já, náttúrulega lífeyrissjóðirnir, það er búið að breyta þeim í áhættusjóði og þetta er mjög, mjög slæmt og Ísland er eina siðaða landið þar sem svona laga fer fram. Að áhættusjóður, þetta eru peningar sem fólk á að nota í ellinni, þetta er sparið fyrir fólks og þetta á ekki að vera í áhættusjóðum sem að kaupa fallit fyrirtæki og eru þá í samkeppni við eitthvað fólk sem rekur þá fyrirtæki ennþá í landinu. Já. Hvernig getur rekið fyrirtæki sem er fjármagnað af skattgreiðendum? Það er ekki hægt. Í samkeppni við það, sko. Já. Og eins og þetta nýjasta sem gerðist þarna, að þeir eru að kaupa húsasmiðjana og plastprent og Icelandair og þetta er svo glannalegt. Og það verður að taka allt þetta kerfi, þetta lífeyriskerfi og helst bara samin alla lífeyrissjóði 1 eða 2 og setja stranga reglur. Og til dæmis ein reglan er svo að lífeyrissjóðir ættu náttúrulega mest og best að fjárfesta í ríkisskuldabréfum, sérstaklega á þessu augnabliki, því að þannig getur ríki fjármagnið sig. Og það er líka talin örugg fjárfesting. Í staðinn fyrir að vera að taka þessi farlít fyrirtæki, þetta næri ekki nokkur átt. Og lífeyrissjóðirnir voru náttúrulega, það er ekki nú örfá ár síðan að lífeyrissjóðirnir voru í allir í þessu bankabraski alveg á milljón. Já, og þetta hefur líka eyðilagt verkalýðsforystuna. Þegar menn eru farnir að sitja, verkalýðsforingi situr í bankaráði og er með 1,5 milljón í tekjur og eitthvað og situr við sama borð og lífeyrisfólkið, þá getur hann alveg spúið á annarri plánet. Já. Því að það er ekkert raunverulegt fyrir þessu fólki. Það býr alveg í sömu kúlunu og fólkin eru á Alþingi sem virðist ekki verið í neinu sambandi við fólkið í landinu. En annað sem þú hefur fjallað dálítið á vefðinum undanfarið, það er kvótakerfið sem er annað sem Íslendingar svona við virðumst ætla seint að geta hnikað eitthvað til. Það er einkennilegt, alveg frá því að kvótakerfið er tekið upp. Það var alltaf þetta 70-80% af þjóðina móti. Og engin stjórnmálaflokkur virðist geta tekið á þessu máli. Og það er alveg stórfurðulegt. Hvað er lýðræði? Er ekkert lýðræði í landinu? En hitt er annað mál náttúrulega, það er að fólki sem upphaflega gerði þetta, það er náttúrulega stal fiskinum í sjónum. En svo hafa menn seinna keypt sig inn í þetta og það verður náttúrulega að taka einhvern veginn á því. Þeir eru náttúrulega ekki eins sekir. Nei. En ef þetta er svona opbúslega skuldsett og þegar bankarnir voru í vörslu ríkisins, af hverju var þá ekki hægt að bara taka þetta upp í skuldir? En þetta náttúrulega sýnir hvað hagsmunahóparnir eru rosalega sterkir í þessu landi okkar. Já, þetta er vandræðin og vandamál á Íslandi er það að þrískipting valdsins hefur aldrei verið til og svo lengi sem það er ekki gert að þá virkar ekki lýðræðið. Ef framkvæmdavaldið ræður öll, þá bara mynda spilling og þessi kjarni sem öllu ræður. Já, framkvæmdavaldið veikt og flokkarnir, sjálfur flokkarnir mjög veikir gagnvart hagsmunaaðilunum. Já, og þegar alþingismenn er að setja ykkur lög þá er þetta bara sent út í bæ til umsagnar í hagsmunaaðilum. Fólki kemur hvergi nálægt þessu. En það er árangurinn eftir því. En svo er annað sem nú erum við að tala svo höldum áfram með gjaldþrota með stöðu heimilina, það er annað sem við tala það er að stytta gjaldþrotatímann. Fólk getur losnað fyrr út úr gjaldþrotum. Já, þetta eru mjög góð lög og vonandi er ekki þarna í þessu sem eyðileggur þetta. Því að það er bara sýnt sig, til dæmis í Bandaríkjunum og Bretlandi, þar sem er löng hefð fyrir því að fólk geti farið á lappirnar strax eftir gjaldþrot, að það er þjóðfélagslega mjög hagkvæmt. Og það segir sér bara alveg sjálft að maður sem er að stofna nýtt fyrirtæki eða einhverja starfsemi að hann alltaf skilar samfélaginu miklu meira heldur en annar sem er hundeltur og jafnvel eltur úr land. Já, en það er bent á móti að sko, þetta muni heimta sko, hærri vexti í kerfinu og það verði miklu meiri tregða til að lána fólki og það er með erfiðara fyrir fólk að koma þessi fótunum. Þetta er tómt kjaftaði náttúrulega og hagfræðilega ekki hægt að sjá hvernig þetta getur verið. Þetta er bara, þessir hagsmunaaðilar náttúrulega, þeir halda það að sé eitthvað betra að vera hundelta fólk en bara reynslan hefur sýnt þetta í öðrum löndum. Það er engin tilviljun að þessi lög voru gerð þannig að fólk geti náð sér strax. Það var gert með þetta markmiði að samfélagslega væri þetta mjög gott. Já, og það sé ekki heilu fjölskyldurnar sem eru bara nánast
óvirkar. Já, og Íslandi sem sagt geta fyrirtæki orðið gjaldþrota og það þykir fínt og kennitöluflakk, en einstaklingar það þykir eitthvað slæmt að þeir séu gjaldþrota. Það er einhver rökvilla þarna á ferðinni. Förum aðeins til Bandaríkjanna, þar sem þú þekkir vel til, og það er náttúrulega mjög skrýtnir hlutir að gerast vegna þess að það er verið að ganga mjög hart af fólki við það vegna lánabólunar, húsnæðisbólunar, en sumstaðar virðist ekki einu sinni verið til pappírar þessar transaksjónir og allt í rugli bara. Já, þetta var náttúrulega afleiðing af því sem gerðist þarna að í bólunni sem myndaðist á húsnæðismarkaði, að þá voru þessum lántekin, þeim var smalað saman og þessu var pakkað og endurpakkað og skorið í sundur og allaveg. Menn bara hreinlega týndu afsölum og týndu pappir. Og það vantar einhverja óhemju af orginalum þarna sko. Þannig að þeir settu upp batteri til þess að eiga við þetta. Þeir settu upp lögfræðiskrifstofur og þeir settu upp einhverja menn sem gáfu út pappíra, til að fría sjálfan sig. En núna er þetta allt komið í hang. Nú eru réttarsalirnir fullir á svona málum. Það sem er verið að reyna að taka eignirnar af fólki en ekkert skriflegt. Já, þetta er alveg hræðilegt á þessu markaði. Nú er bandaríski markaðin farin niður aftur. Í síðastliðnum 2 mánuðum hefur komið í ljós eftir að ríkið hætti að gefa fólki peningi, gáðu $8.000 fyrir að kaupa. Eftir að hættu því, þá er fasteignamarkaðurinn byrjar að hrapa. Og hann hefur hrapað bara síðustu 2 mánuði, virðist vera samkvæmt mjög góðum könnunum, svona 5%. Og það er að verða nokkuð ljóst, hann áttur að hrapa önnur 20% og það þýðir það að 40% að húsnæðiseigendum í Bandaríkjunum verða með hærri lán heldur en húsnæðið kostar. Og sama tíma er iðnaðarhúsnæði og verslunarhúsnæði, atvinnuhúsnæði að hrapa. Og á rúmlega ári það er farið úr 6 trilljónum niður í 3,5. En allt þetta þýðir gífurlega mörg gjaldþrot hjá bönkum. Það er þegar að slá met síðan í sparisjóðakreppunni. En þetta er bara rétt byrjun. En samt er Wall Street einhvern veginn, það er voða gaman á Wall Street og þar hækka hlutirnir og það er einhvern annar heimur. Það er allt annar heimur. Það er bara komin 2 hagkerfi. Og það er þetta hagkerfi, peningahagkerfi og gamla hagkerfi. Og þetta sýnir sig best í grunntölum. Árið 1965 að þá tók bandaríska viðskiptalífið, eða sem sagt peningageirin, það tók til sín 5% af öllum gróða í landinu. Þetta komið upp í 40%. Sem þýðir það að þeir eru orðnir svo sterkir, þeir geta endalega smoka peningum í stjórnmálamenn og það er núna orðið löglegt samkvæmt Hæstarétti Bandaríkjanna að fyrirtæki sem þrýstuhópar eru orðnir einstaklingar gagnvart stjórnarskránni sem náttúrulega gjörsamlega út í hött. Þannig að þetta áttur að versna bara að þessi mokaði pólitíkus. En svo er það eins og núna sko, Wall Street er svolítið hátt og margir markaðir út allan heim háir. En þetta stafar mikið til af því að Bandaríski seðlabankinn, hann er að kaupa óvenjulega pappíra, þeir kalla þetta quantitative easing. Þeir eru að kaupa alls konar pappíra sem þeir aldrei keypt áður. Og þetta er að lækka dollarann, en á sama tíma að þeir sem eru næst prentvélunum, það eru bankar og fjárfestingafyrirtæki, að það bara er að fjárfesta út allan heim. Það hefur engan áhuga á breska markaðan, þar sem breski seðlabankinn er að gera sama hlut, eða bandaríska markaðan, og það er ekkert að gerast. Þannig að þeir eru að senda þetta til Indlands og alla trissur. Og dollarinn er að lækka út af þessu. En á sama tíma þá er kínverski gjaldmiðill festur við dollarann og hann er að lækka með, þó þeir séu með bullandi viðskiptahalla, sem sýnir það að þessir einræðis klíka þarna í Kína er opbóðslega hrædd. Þeir þora ekki að hækka gengið, félagslega séð, og það veður allt í peningum í Kína, en þetta er aldrei gengið í sögu heimsins. Að þú getur tekið hagkerfi og bara dælt peningum inn og látið það ganga einhvern veginn. Þetta verður alltaf að ganga hinsegin, að peningar eru settir í hagkerfi sem er að bæta við þessu verðmætum. En að kasta inn peningum, það þýðir bara fasteignaból. En það er núna samkvæmt China Daily rannsókn að það er helmingurinn öllum íbúðum í Beijing og Shanghai,
Það taka ekki rafmagn, af því að það býr enginn. Það býr enginn. Það er bara búið að byggja og byggja. Og byggja, það er heilu borgirnar. Og þetta, ég spái því að þetta verður rosalegasta fasteignahrun allra tíma. Já. En ég spái því líka að Kínverjar ná sér út úr því, en þetta verður rosalegt högg. Já. En félagslegt líka þannig leið, sko. Það er rétt að geta þessi, Jóhannes, að þú ert einn af þeim sem að spáði fyrir hrun þessa alls hérna á sínum tíma, löngu fyrir. Já, ég ætla að bæta því við að hrunni kom vegna þess að það var búið til mikið af skuldum. Já. Og eina leiðin út úr svoleiðis hruni er að lækka skuldirnar. Það var ekki gert, það var bara velt yfir á fólkið og meðan þessar skuldir eru þarna, þá er kreppan ekki búin. Við erum að 1937 núna. Já. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn, gaman að fá þig, Jóhannes. Við verðum hér aftur á dagskrá að vikuleiðinni. Takk fyrir að horfa.